við nefndum í kynningunni áðan að í kvöld hefjum við umfjöllun þennan stóra dag sem tengist þessum stóra degi framundan í lífi þessara þjóðar 29. ágúst þegar gengið verður til þjóðaratkvæði sem mikið tilfinningamál og í kvöld þá hef ég kallað hér að Rauða borðinu fyrstan til þess að ræða svona sögulegan vinkil á viðhorfi Íslendinga til ESB og erlendra yfirráða. Prófessorinn sem nú emeritus, nýhættur að starfa sem sagnfræði prófessor við Háskóla Íslands, Guðmundur Hálfdánarson heitir hann. Vertu velkominn, Guðmundur. Takk. Þú ert nú að segja má þokkalegur fasta gestur hér á samstöðinni. Ég komin okkur sinnum hér. Þú komin okkur sinnum og komið að ræða Trump meðal annars. Nú heyrðum við Kristrúnu Frostadóttur ræða Trump í viðtali við erlent podcast sem fór víða daginn, The Rest is Politics. Þar veifaði hún ófyrirsjáanleika Trump, Bandaríkjaforseta gagnvart Grænlandi, sem röksemd yfir því að það gæti verið gott fyrir Íslendinga að nálgast ESB með öðrum hætti í stað þess að standa utan þess. Hvað segir svona menntun þín og kunnátta hvað maður á að segja hinn öryggislegu eða varnarlegu rök runnin upp sá tími eins og Kristrún gaf svolítið í skyn þarna í þessu samtali að það ekki á vísan að róa hvað varðar Bandaríkjamenn og ætti það að vera eitthvað sem við varum að ræða núna áður en við göngum til atkvæðis 29. ágúst. Já, ég held að það sé nokkuð augljóst að frá lokum síðari heimsstyrjaldar þá höfum við treyst á samstarfið Bandaríkin sem svona okkar öryggismál, við höfum bara einfallega útvistað þeim málum. Það hefur nú sumum fundist að við þurftum ekki að hafa neinar áhyggjur af þessu og ég held að við höfum svo sem aldrei verið neitt sérstakri hættu á kaldastríðsárunum vegna þess að það var heimurinn eiginlega settur upp í svona ákveðin fast skipulag sem að riðlaðist ekki. Þú varst svona þeir sem voru, það var eiginlega þessi lína sem lá á milli austur og vestur Evrópu sem að afmarkaði yfirráðasvæði og því var haldið í Evrópu öll kaldastríðsárin en leið þá svona fannst yfir þessum yfirríkjum eða þessum sterku pólaríkjum, Sovétríkjunum og Bandaríkjunum að þeir hefðu talsvað mikið rétt til þess að skipta sér að því hvað gerðist innan sína áhrifasvæði. Þessu lauk öllum með kalda stríðinu og þá tók við svona þetta einpóla kerfi að mörgu leyti, að mjög skusti í Evrópu, þar sem að Bandaríkjumenn réðu öll í þessum hermálum. Núna sá tími liðinn og hann kemur ekkert aftur í sömu mynd, það auðvitað alls ekkert ljóst hvað að gerast og það Trump svona dálítið vindhani sem að snýst svolítið eftir hvernig vindur blæs hverju sinni en hann hefur þó gefið mjög í skyn og það held ég að sé nokkurn veginn þau skilaboð sem Evrópuríkin hafa fengið að Bandaríkin verði ekkert áfram svona þessi, þau telja ekkert lengur vera sitt megin hlutverk í þessum málum að stýra þessum svona varnarmálum þá sérstaklega þá gagnvart Rússlandi sem þá ljóst að eftir að Rússar réðust inn í Úkraínu, það eitthvað sem að þjóðurnar þar á því svæði hafa áhyggjur af því. Við svo sem þurfum ekki áhyggjur af því að við erum landfræðilega ansi langt frá þessum átakasvæðum en öryggismál auðvitað snúast svo margt fleira, þau snúast líka netöryggi, þau snúast umræður það hvernig búum við til heim þar sem þar sem ríkir ekki ráðast á hvert annað svona tvist og bast og við getum svo sagt að þetta kemur okkur ekkert neitt við að því að við ætlum ekki að hafa neitt her og það hlutum til alveg rétt en held samt sem að ekkert fullvalda ríki í heiminum nokkur sinni í sögunni hefur bara sagt öryggismál komir ekkert við, ég ætla ekki að skipta mér að því, ég ætla ekki að pæli því það eitthvað sem að öll fullvalda ríki var pælt í og komið til með að pæli og við getum kannski sagt að þessi breytta staða í þessum málum að hún kemur til með og þegar búin að
að koma af stað og hrindast ákveðnum breytingum sem við sjáum ekki fyrir endana og það það sem að við þurfum að svona miskusta íhuga. Þú nefndir fullvalda ríki og ég sé að Facebook-vinir mínir búa yfir ólíkum skilningi á hvað felist í fullveldis hugtakinu. Þú hefur nú stundum áður í samtölum við fjölmiðla rætt sko eins og þú segir sjálfur þetta þarf að vera svolítið sveigjanlegt hugtak. Já sko ég held að ég sjálfur sé sko fullveldis hugtaki sjálft er frekar skýrt og ósveigjanlegt. Að fullveldið þýðir ákveðið að það þýðir það að ríkið hafi þá fullt vald yfir lagasetningu innan landamæra ríkisins og þetta hugtak þróast og verður til svona í þessari nútíma mynd á 16. og 17. öld og tengist á svona myndu nútíma ríkja sem eru fyrst og fremst búin til og verða til þess að reyna að koma á friði innan landamæra ríkisins. Það 16. öldin tími alveg gríðarlega borgarastyrjalda sem að tengjast á svona trúarbragðadeilum og það má segja á endanum hafi bæði, við getum sagt, íbúarnir og yfirvöldin þreist á þessu ástandi og þá komið fram þessar hugmyndir að innan ríkjana sé eitthvað vald sem er algjört og þetta vald verði ekki af höndum látið. Og þetta vald kemur raunverulega í þessum skilningi frá Guði. Guð eini fullvaldurinn en Guð er ekki á jörðu niðri þannig að það eru þá einhvers konar upphafið þá sjá mér einhvern veginn að þetta sé vald sem komið frá Guði til valdhafana en hvernig sem að við skilgreinum þetta þá að það sé til þá einhvers konar algjört vald innan ríkisins. Já. Þessi hugmynd kemur fram á, eins og ég segi, seint á 16. öld og 17. öld, þróast og verður síðan smám saman leiðir til þess eða hvort hún leiðir til þess eða endurspeglar ekki gott að segja, þá styrkt ríkisvald sem að kemur fram á Íslandi mjög greinilega að danska konungsvaldið verður sterkara eftir síðarskipti þegar þeir taka yfir þá raunverulega kirkjuvaldið. Þeir taka yfir að mörgu leyti svona þetta svona efnahagsleg tengsl Íslands og umheiminn í gegnum einokonaverslun og síðan verður einveldi hér Íslendingar viðurkenna það 1662 en á 7. áratug 17. aldar verður danska ríkið konungsvaldið eiginlega fyrsta raunlega stjórnarskrá skrifu stjórnarskrá sem verður til sem að skilgreinir vald konungsins verður til í Danmörku, konungalögin frá 1665 sem einfallega setja þetta niður í lög að konungurinn ræður öllu. Konungurinn uppspretta valdsins og þá bæði framkvæmdarvaldsins, dómsvaldsins og löggjafarvaldsins. Það var ekki síst dómsvaldi sem hafi verið mjög tilviljunarkennt og veikt þarna. Já, og reyndar sem sagt Ísland byrjaði þetta svona sinn ríkisferinn, getum kannski sagt með stofnun Alþingis, en þar það raunlega dómsvaldi eiginlega eina valdi sem og einhver leyti löggjafarvaldi en það ekkert framkvæmdarvald. En eins og ég segi, þetta gerist ekki 2003, þetta gerist á mjög langur tíma, en það sem raunverulega ekki gleymist, það sem er aldrei sett í neina reglur og það þá raunverulega valdið á milliríkjana. Hver ræður í samskiptum ríkjana? Þannig við getum kannski sagt að Evrópa alveg frá því að þessar svona fullveldis hugmyndir og ríkisvald fer að styrkjast þetta á 16. og 17. öld, að það eru ríkir eilífur ófriður af því að þessi ríki þó svo að þau lýsi því yfir að þeir í fullveldinu felist að þú megir ekki skipta þess að fullveldir annar ríkja þá hlusta þau ekki á það, finna sér alls konar ástæð til þess að berja hvert öðru og þannig að það eilífur ófriður í Evrópu alveg, sem að við getum kannski sagt að endi með þá ósköpum síðari heimsstyrjaldar og þannig að þá verið dálítið mikið að takast á það, hver þá fullvalda í alþjóðlegum samskiptum, það talaði ríki náttúrunnar eða ástand náttúrunnar
í náttúrunni engin lög samkvæmt þessu og það bara það. Það vitni Hobbes. Já, hann er einn af þessum svona kenningasmiðum fullveldisins með bókinu Leviathan sem kom út miðja 17. öld. Og hann segir að í ríki náttúrunnar eða ástandi náttúrunnar þar er bara hver einstaklingur sem ræður og hann bara sterkir ræður í hunu veika. Og þetta hefur svo sem verið sjálfur sér og var í sjálfur sér það ástand sem ríkti í samskiptum ríki alveg fram fram í miðja 20. öld í Evrópu. Og það gerðar alls konar tilraunir til þess að reyna að koma einhver skikki á þetta eftir fyrri heimsstyrjöld að þá stofnað þjóðabandalag sem hafði ekkert raunverulega framkvæmdavald og síðan voru einn af þeir sem áttu hugmyndina þjóðabandalaginu voru mörgveið, sá sem áttu hugmyndina kannski sterkastur var Bandaríkjaforseti en Bandaríkin gengu ekki í þjóðabandalagið og þannig að þjóðabandalagið var aldrei mjög sterkt. Sameinuðu þjóðirnar eftir síðari heimsstyrjöld eru stofnar í þessu skyni líka en eins og við vitum að þá hafa Sameinuðu þjóðirnar hefa gert mjög jákvætt og í samskiptum ríkja en þeir kom ekki í veg fyrir stríð af því þar ekkert framkvæmdavald og svona framkvæmdavald í höndum öryggisráðsins þar sem eru 5 ríki sem hafa neitunarvald og þau bara hafa neitun ef þau ekki sammála þá eru Sameinuðu þjóðirnar afllausar. Þannig að þetta sem sagt þannig að hugmyndunum fullveldi er skýr en það hvernig við beitum þessu og hvernig ríkin raunverulega reyna að mynda einhvers konar mótus í vendi, einhvers konar leið til þess að vinna saman þannig að þau komi vekk fyrir þessar eilífu styrjaldir. Það það sem hefur svona vafist fyrir ýmsum og hvernig við svona samrumum því þá hugmyndinu hið fullvalda ríki. En hvað hyggur þú að skýri landráða brigslin sem nú heyrast víða sko að ef ég held að segja það upphátt í hópi fólks að ég telji rétt að við segjum já 29. ágúst og ef mér líst vel á samningin sem að verður boðaður þá ef já við ræður þá telji ég ágætis hugmynd að ganga til liðs við Evrópusambandið. Hvað heldur það skýri landráða brigslin sem að eru nokkur ráðandi núna í orðræðinni víða það í þessum fullveldi skilningi að þá ráðu við ekki okkur lengur sjálf og maður sé einhvers konar kvistlingur? Já. Þetta auðvitað sko, þegar við fer að saka landráð og þá ertu auðvitað komin í ákveðin rökþrot af því að landráð eitthvað sem á sér enga réttlætingu, landráð eitthvað sem alveg gríðarlega vont. Hins vegar er það alveg gild umræða að ræða það á hvaða hátt getur íslenska þegnar Íslands ákveðið að vinna með öðrum þannig að við þurfum að gefa eftir ákveðina þætti í fullveldinu, ekki þannig að við þessum afsölum þeim en að það sé ákveðið framsal farið fram. Ég meina þetta hefum við gert aftur bak og áfram eftir síðari heimsstyrjöld og þar að við hluta til gerist með inngöngu í NATO. Varnarmál eru gríðarlega stór þáttur í fullveldinu, það stundur sagt að fullveldið eigi sér 3 meginstoðir, það í fyrsta lagi er það svona hið efnahagslega fullveldi að þjóðin geti svona séð sjálf fyrir sér, það ekki efnahagslíf sem gera það verkum að menn svelt ekki og eigi til hnífs og skeiðar. Það er menningarlegt fullveldi þannig að þjóðin getur búið sér þá einhvers konar menningarlíf sem að gera það verkum að það getur lifað innihaldsríku lífi, menntakerfi og menningarstofnanir og annað slíkt. Og síðan er það svona öryggisfullveldið og það felst í tvennt í því að annars vegar þá ríkið að sjá til þess að borgararnir, það er svona innra öryggi, að borgarnir sé ekki að skera hvernig annan háls og það séu lög í landinu sem að verndi þá bæði lífmanna og eignir, gagnvart þá öðrum íbúum innan ríkisins en síðan einnig að verja þá landamæri ríkisins gagnvart árásum utanfrá. Þannig að sá hluti fullveldisins hefur aldrei verið í höndum Íslendinga. Hafið var okkar vörn en það reyndist nú ekki alltaf vel en yfirleitt
svona vorum nokkurn veginn látin í friði af utanaðkomandi árásum, en þó að það hafi undantekningar þar á. En eftir eða í síðar heimsstyrjaldir þá var mannum alveg, og í þeirri aðdraganda hennar og í henni, þá var mannum ljóst að þessi tími liðin, að við getum ekki treyst á það lengur, að við bara verðum látin í friði. Og hefur kannski aldrei almennilega gert það, og hvað sem okkur fannst Dani, að þá svona má segja að þeir hafa verið svona ákveðin vörn falist í þeim. Breta til dæmis og hefðu aldrei sérstaklega áhuga að taka Ísland svona vegna þess að þeir samþyktu það að Ísland væri hluti af þessu danska ríki og þannig bara gera menn ekki svona að miskusti okkar heimsleita þó svo sömu hafa verið tilbúin að taka hitt og þetta. Hefðu Bretar hugsanlega haft áhuga að taka okkur eða þeim ekki verið undir dönskum yfirráðum? Já, ég meina, þeir hefðu greinilega áhuga á að fiska við Íslands strendur og akkur ekki, ég meina, þeir tóku Nýfundaland og annars líkt, þannig að það er ekkert svona eðli hlutana sem segir að þeir ekki geta haft áhuga að taka Ísland líka, en þeir gerðu það ekki og það komið svo sem hafa heyrst alls konar sögur það að Ísland hafi verið til sölu, að Danakonungur hafi reynt að skipta á Ísland og ýmsu öðru. Ég held að það sé nú ýktar marga hverjar en til dæmis í Napóleónsstríðunum þá gátu Bretar tekið Ísland að gerðu það ekki og í að með út af þessum reglum það að þú hirðir ekki lendur fullvaldaríkja ekki bara svona að þeir fiskuðu við Íslands strendur og voru ekkert sérstaklega hrifnir þegar Íslendingar fóru að reyna að rekja þá í burtu, þannig að þetta var nú kannski bara svona einhver manngjaska og sannlega engin manngjaska sem lána bank, en þeir töldu sem hagsmunir sem ekki best það var ekki best þjóna með því að taka Ísland. Þannig að það er ákveðin vörn í því, en eins og ég segi, síðar heimsstyrjöld kom í ljós að sú vörn var ekki lengur gild og Ísland er hernumið 1940, síðan gerður hernverndarsamningu við Bandaríkin 1941, en hann var auðvitað gerður þannig að Íslendingar áttu ekki neina kosta völ. Bandaríkjamenn hefðu komið hvort sem sögðum já eða ekki við þeim samningi og eftir síðar heimsstyrjöld að þá ákvað Íslendingar að varnir landsins séu í höndum Bandaríkjamanna. Þannig að við kannski nutum þess þarna árið 1940 að vera undir dönskum yfirráðum, beintið og beint, og kannski nutum við þess að vera með varnarsamningi við Bandaríkin þegar við unnum þorskastríðin við Breta. Já, það eru ekki, Danir eru hernundir þarna í apríl 1940 og Dan af Þjóðverjum og Danir og Bretar koma eftir það, mánuði síðar hernema Bretar Ísland. Ég held nú að Þjóðverjir hafa aldrei getað hernum Ísland, en Bretar vildu alveg örugglega, fyrstulega vildu alveg örugglega ekki láta reyna á það. Og öðru lagi þá var Ísland mjög mikilvægt all stríðsárin í sérstaklega öllum samskiptum við Bandaríkin. Ísland lék alveg gríðarlega stórt hlutverk. Landið sjálft lék mjög stórt hlutverk í stríðinu sem svona ákveðin hvíldarstöð og í þessum svona öllum samskiptum á milli Bandaríkjanna og bandamanna. Bæði til, og ekki síst til Rússlands, af því að skipalestir sem fluttu vopn og vörur til Rússlands frá Bandaríkjunum komið við á Íslandi. Það stundum talað Ísland síðari tíma sem dekraðan ungling í veröld fullþroskaðri þjóða. Og svo einkennilega staða kom upp eftir síðari heimsstyrjöldina að það rignir gulli yfir okkur í formi Marshall aðstoðarinnar á sama tíma og skaði okkar vegna stríðsins er sennilega minni en í flestum öðru ríkjum, ekki satt? Við nýttum okkur algjörlega óforskammað þessa Marshall-aðstoð sem henni var ætlað að byggja upp Evrópu eftir stríðið og þá að efla og auka bandarísk áhrif í Evrópu en þó að fyrst og fremst að gera við vorum að læra fyrriheimstöldinni að því eftir fyrriheimstöldina þá tókum við þeim pól í hæðina að Sigurríkin einfallega settu skilmálana við samningaborðið
og það var mörguleiti ítti undir mjög mikla óana í Þýskalandi sem aftur var síðan undir og þess að meðal annars að Hitler átti mikinn stuðning og raunber vitni og ítir undir síðari heimsstyrjöldina. Þannig að Bandaríkjamenn eru mjög ákveðnir í því eftir síðari heimsstyrjöld að endurtaka ekki þennan leik, að það var ekki svona líklegt til sátta að ganga á Þjóðverja og reyta af þeim allt sem ætti að reyta, og það var kannski ekki svo mikið sem ætti að reyta af þeim eftir allt það sem undan hafði gengið. Og eða láta þá greiða skaðabætur sem var reglan í samskiptum, og það má segja að Versailles-samningurinn var hún vissanátt endurspeglaði samninga sem að Prússar og Þjóðverjar hefðu neitt upp á Frakka eftir stríð Prússa við Frakka 1870-71 og stofnun Þýska keisaradæmi. Þýska keisaradæmi var stofnað í Versölum og það í Versölum sem þessi samninga voru undirritaðar, þannig að Frakka töldu sig eiga þetta inni. Þannig, en eftir síðari heimsstyrjöld þá er ákveðið að gera þetta ekki, og Marshall-aðstoðin er sem sagt liður í því að byggja upp Evrópu. Íslendingar fengu ómælt og hlutfarslega mest, held ég, af öllum þjóðum Evrópu, en áttum sennilega þetta síst skilið af því að við höfum ekki orðið fyrir skaða, við höfum þvert á móti, hér var mikill efnahagslegur uppgangur af stríðsárunum. En Ísland var bara einfaldlega mjög mikilvægt út af vörnum Bandaríkjanna, þannig að Íslendingar alveg á þess að skamma sín, þau selja sitt land og til þess að fá peninga til að byggja hér áburðarverksmiðju og sementsverksmiðju ásamt öðru. Veistu framreiknað í milljörðum hvað þessi upphæð gæti verið há? Nei, ég get það nú ekki síð svona, sko, en hún var mjög há. Þetta var mjög stór þáttur í efnahagslegri uppbyggingu á Íslandi eftir síðari heimsstyrjöld. Reyndar er erfitt að segja, sko, því að þetta kemur fleira til, að því að síðan kemur herstöðin og uppbygging á Miðnesheiði eftir 51 og hún þetta eru á áratugunum eftir síðari heimsstyrjöld eru þetta gjarnan svona 10-20% af gjaldeyristekjum Íslendinga koma gegnum hermangið, eins og það kallaði. Það munar mjög miklu og þetta er sem sagt, ég segi stundum að þetta hafi verið svona ein mikilvægasta auðlind Íslendinga eftir síðari heimsstyrjöld, það er staðsetning landsins, og það kemur líka fram auðvitað þá í svona pólitískum áhrifum, og þú talar landhelgisstríðin og það er alveg ljóst að það skemmdi ekki fyrir málstað Íslendinga í landhelgisdeilunum að eiga Bandaríkjamenn að. Bandaríkjamenn áttu auðvitað ekki auðvelt hana, því að Bretar voru jú líka í NATO, en samt sem ára svona bak við tjöldin að þá hjálpaði þetta alveg örugglega til. Og ekki eina atriði þar, en hafði þar mjög mikið að segja. Það sem liggur undir þessari fróðleiksfýst minni að ræða þetta við þig, svona sem aðdraganda stóra spurningar sem að ég velt svolítið fyrir mér, sko, það er hvort þessi síðari milliríkja saga Íslendinga hefur verið svo farsæl við erlendar þjóðir. Það er Marshall-aðstoðin það sem bara rignir gulli yfir okkur. Síðan eru held ég allir sammála þannig með einhverju tveir að EES-samningurinn hefur reynst okkur eins farsæll eins og nokkur samningur gat orðið og hefur átt gríðarlegan þátt í því að við erum á eins góðum stað eins og raun ber vitni í dag. Og það er alls konar svona dæmi önnur sem hægt verið að taka til sem að einhvern veginn benda til þess að við Íslendingar séum bara svo góðu svo góðu vanir að núna þegar menn er að fara að rökræða 29. ágúst næstkomandi og það sem kann að gerast eftir það, þá sé bara eins og við viljum fá allt fyrir ekki neitt vegna þess að við höfum vanist því. Ég segi stundum, sko, það er auðvitað alveg merkilegt að segja að þjóð sem að gekk í gegnum móðuharðindi fyrir ekkert svo bórslega löngu síðan teljist heppin, en það sem að og þetta er svona verið svona eitt af mínum svona kjarnaatriði mínum rannsóknum er það að ég segi sem sagt, og mín hugmynd hefur verið svo að Íslendingar hafa ákveðna sögu sín.
og þessi sögusýn mótast á 19. öld og uppæðri 20. og sögusýnin þessi að Íslendingar hafi verið óskaplega merkileg og farsæl þjóð á þeim tíma þegar þeir voru ekki undir erlendum áhrifum. Gullöldin sem kom bæði fram í skilningi manna, það nú reyndar sakfræðingar svona aðeins verið varpa ákveðnum svona efast sumt í þessari glæsi mynd en samt sem áður þjóðveldistímabilið. Já, að þjóðveldistímabilið að þetta er mjög mikið greinilega mjög mikið menningatímabilið í Íslandi, það er skrifað mikla sögur og merkilega bókmenntir og menn halda því fram að þá hafi efnahagslíf verið mjög blómlegt á Íslandi. En síðan að fara hallundan fæti eftir Íslendinga ganga Noregskonungi á hönd og hörmungarna byrja fyrir alvöru eftir síðaskipti og þegar að Danir fara hér að því menn telja ráðöllu. Síðan byrja nýtt glæsitíðanbil með aukinni sjálfstöð Íslendinga með Alþingi og ekki síst eftir að Alþingi fær svona einhver leyti löggjafarvald og Íslendingar fá að ráða yfir sínum fjármálum og það sé ástæðan fyrir því og lærdómurinn sem mann draga af þessu sá að það sé eiginlega svona hlutverk allra íslenska stjórnmálamanna, æðsta hlutverk þeirra er að sjá til þess að Ísland lendi ekki undir yfiráðum útlendinga aftur af því það leiði þá yfir þessar hörmungar yfir Íslendinga. Vandinni við þessi söguskoðun stendst ekki sögulega skoðun af því að Íslendingar auðvitað ef við lítum að það sé jákvætt að hér sé nútíma samfélag með svona heilbrigðiskerfi og samgöngukerfi og svona almenni velmegun að þá síðar heimsstyrjöldin sá tími sem að við tökum hvað stærstu skrefin í þessa átt og það er akkur svo tími þegar Íslendingar eru undir ef Íslendingar einhvern tíma verið undir valdi erlendra þjóða þá verður það á þeim tíma því að Danir voru alltaf mjög fjarlægt vald og ég held að frekar að Danir hafi kúað Íslendinga og arrænt og þá þeir fyrst og næst þeir mjög afskiptalausur Ísland og, Já, þeir voru áhuga litlir mjög áhuga litlir og það er alveg merkilegt að því að þeir hefðu getað byggt hér upp fiskiðnað þess vegna en þannig það er einu af þessu heppni sem við talum. Það er Íslendingar voru mjög heppnir að því að hér hafði ekki verið mikið arrán á fiskimiðunum þannig að þó voru erlendir breskir og franskir sjómenn hér utan Íslanda þá var það aldrei náðu þeir aldrei það miklum afköstum að það sæi það mikið högg á vatni en þannig þegar Íslendingar hefja svona þessa innreiðin í nútíman að þá eru íslenskar auðlindir til að vannýttar og lítið nýttar og þannig að Ísland allt í einu og það verða allt innu til auðlindir sem að við vorum mestalagi faratálmi áður, svona eins og Arnór okkar sem að höfðu talda frekar hvimleiður tálmi á leiðmanna landið. Og það sé þekkingu sem kemur utanfrá. Já, ég meina þetta er bara hluti af iðnvæðingu Evrópu. Íslendingar, það er ekkert meira ævintýr í Íslandi, þetta gerist auðvitað í öllum landunum í kringum okkur að þessi svona iðnvæðing og þessi svona nútíma væðing sem byggist á svona tækni og tæknilegri svona nýtingu auðlinda er eitthvað sem að einkennir okkar heimshluta. En þessi söguskoðun, að hún var mjög djúpstæð og þegar menn að tala þessi landráða brygst sem við heyrum, að þau byggja svolítið á þessari hugmynd sem að menn eins og Jón Aðils og Jónsson Hriflu svona búa til í sínum sögubókum og menn bara trúða á hér eins og biblíunni að þetta auðvitað samkvæmt henni er þetta svona Gissur Jarl og maður sér þetta stundu sko gamli sáttmáli Gissur Jarl og aðri sko sem er kastað fram sem svona stimplar á Íslendinga nútímast og það kannski heyrist minna núna, það er kannski bara því að þekking mann á sögunni hefur minkað svo mikið menn við ekki hugmyndi hversi Gissur Jarl var þannig að Það eru nokkur ára á milli okkar í aldri en last þú Íslandssögu Jónasar frá Hriflu? Já, svona alveg á endanum, ég held ég hef nú aldrei lesið hana í skóla en það var svona, ég var rétt á mörkunum. Já. Og þurftur þá að leiðrétta þínar eigin hugmyndir? Já, absolutt. Ég meina, ég var bara aln upp í eins og hver annar góður Íslendingur í þessari sögurskoðun og svo var ég bara þegar ég fer að skoða söguna betur og þá fer ég nú svona að skilja þetta kannski flóknara og ég er ekkit svo fyrsti sem að það er svona fyrstu skrefin í að breyta þessari sögurskoðun koma
með þessi eiginlega svona massíski söguskoðun eftir síðari heimsstyrjaldir. Menn fóru allt í einu að sjá það að kannski voru ekki Danir svona helstu kúar á Íslandi, heldur kannski stórbændur og svona eitthvað þannig að kúnin kom ekki bara utan. Þannig að svona ég fer að stunda mína rannsóknir í þeim anda en síðan auðvitað bara með því að horfa í kringu sig, þá þetta auðvitað nokkuð ljóst. Hvað hefur komið þér á óvart þegar þú fylgist með okkur spjalla saman núna þinn eigin þjóð í aðdraganda þessara kosningar, þú með þína rannsóknir á bakinu og þinn sagnfræðilega áhuga, hvað finnst þér áhugaverðast? Sko það sem hefur komið mér á óvart það ég er svona að undirbúa það að skrifa bók um þessa söguskoðun, bara svona stutta bók og það var svona megin hugmyndin svo að þetta, ég ætla að nota sögusýningu sem var 1944 hér í Reykjavík af augljósum ástæðum og það sem að þessi söguskoðun nær svona eiginlega sínu hámarki, það er hún alveg bara sett fram og við hefum góða lýsingar á þessari sýningu og svo ætla ég að bera saman í sögusýningu sem var 2018, þar sem talsveit önnur söguskoðun kemur fram og mín hugmynd var svo að þessi gamla söguskoðun hefði mjög látið undan síga svona síðustu árum með alls konar breytingum með nýjum samskiptamöguleikum á interneti, með mikilli fjölgun innflytjenda á Íslandi, með svona miklu svona sterkari tengslu útlönd með EES-samningnum sem að þetta tengir Ísland mjög inn í Evrópuvæðinguna. En mér finnst svona núna eins og ekkert hafi breyst. Þetta er þannig að ég sagði oft að þetta væri svona, þetta er ákveðið forrit sem er í hausnum á þér og þú áttar bara ekkert á því. Þetta er eiginlega svona gleraugun sem að þú ert með á nefinu sem þú horfir á heiminn í gegnum. Þú ræður ekkert endilega yfir þessu. Þetta eru svona ákveðnar staðreyndir innan gæslappa sem eru ræktar inn í þig tiltölulega ungur og ég hélt að þetta hefði látið undan mér. Þetta hefur örugglega, þetta margt hefur breyst og þetta meðal annars það sem hefur breyst er þekkingin, menn geta ekki núna lengur svona dregið upp og talað gamla sáttmála og maður heyri það ekki mikið lengur af því að ég held að menn hafi enga hugmynd lengur hvað það var en sem menn vissu mjög hér áður, þannig að sögu þekking mann hafi breyst en sögu skoðinu kannski eins mikið eins og ég hafði haldið. Þetta kom mér ávart. Hvað heldur að skýri það? Það er ekki gott að segja, ég held að öll þessu umræða á Íslandi hefði orðið allt öðruvísi ef að við höfum ekki fengið EES-samningin upp í hendurnar 1990, árum 90 til 94 að EES-samningurinn er gerður uppalega sem einhvers konar fordýri Evrópusambandsins. Þetta er eftir endalok kalda stríðsins og þá allt í einu myndast áhugi hjá ýmsum ríkjum í Evrópu að ganga inn í það, ríkjum sem hefði áður verið með okkur í EFTA. Þetta er áður en að Austur-Evrópa fer að knýja á dyrnar. Og það er gerður samningur við EFTA-ríkin þá sem eftir eru það að þau fengju svona þetta millistig sem að myndi vera þá undirbúaði, þetta er svona ákveðin aðlögun að Evrópusambandinu. Noregur fellir sem sagt aðildarsamningin í sinni þjóðaratkvæðagreiðslu og þannig að eftir sitja innan EES, öll hinríki fóru inn, eftir sitja sendi Ísland, Noregur og Liechtenstein en Sviss sem sagt hafnar því að einu svona vera í EES. Þessi samningur hefur gert það að verkum að Ísland er hluti af Evrópu þessari Evrópu integreringu sem orðið hefur. Við erum hluti af Evrópusambandinu en á þess að viðurkenna það eiginlega. Það er svona mín hugmynd að við þurfum ekki að viðurkenna það. Við höfum aðgang að þessu markaði og það er auðvitað alveg ljóst að land eins og Ísland, lítið land með mjög svona einhæft efnahagslíf er mjög háð markaðsaðgangi og Evrópu EES-samningurinn hefur opnað þennan markað fyrir okkur og leið og svona hefum líka opnað okkur svona aðgang að ákveðnum hlutum og þáttum eins og bara hreyfingu vinnvarps sem hefur haft mikil áhrif á Ísland og líka fyrir Íslendinga. Það er auðveldara fyrir okkur að fara annað og aðra að koma hingað innan þessa svæðis og síðan menningarsamstarf og menntasamstarf sem ég hef nú tekið mikið þátt í. Þetta fengum við allt
þetta í þessu felstu þetta mjög mikið framsal fullveldis og kannski meira framsal heldur en að vera fullir aðilar vegna þess að við tökum við öllum þeim reglugerðum sem við þurfum að taka við án þess að hafa neitt með það að segja hverja þessar reglugerðir menn að ríðast hvað stór hluti þetta af reglugerðum Evrópusambandsins. Mér staði sjálfur sér ekki skipta neinu máli af því að þetta mjög örgla stór hluti og ef að fullveldið ekki framseljanlegt og þá þetta heldur ekki framseljanlegt. Ég menn segja, jú, Alþingi samþykkir þarf að samþykkja þessar gjörðir en við verðum að samþykkja það því að við erum þegar og eins og stór þessi markas, við bara gætum Ísland myndi hreinlega hrynja ef við hefðum ekki markaðsaðgang. Þannig að við getum ekki annað en samþykkt. Þannig að þetta svona staði sem við erum í. En ég held að sem að kannski og það kemur heldur ekkert óvart sko að ég hef líka fjallað það af hverju söguskoðun svona, af hverju breytist hún ekki eftir síður heimstöld, af hverju taka Íslendingar ekki þátt í þessari breytingum viljur og ánæðir eftir að við gengum mjög nauðir í EFTA 1970 sem að það var miklar umræður þá og NATO 1949 þannig að hérna alltaf kostaði þetta alveg ofboðslegar deilur og reyndar með samningin þetta er alltaf mörguleiti sömu deilunar. Ástæðan þessi að við lítum á síðar heimstöldin allt öðrum augum og þessi svona, ég talaði áðan þetta ríki náttúrunnar í milliríkja samskiptum á Evrópu, við lítum allt öðrum augum á það heldur en Evrópuríkin vegna þess að við höfum gengum í gegnum þessar hremmingar 2000-aldarinnar með allt öðrum hætti heldur en þau lönd þannig að og þau ríki við græddum á síðari heimsstyrjöldina meðan að Evrópa var sprengt upp. Evrópusamtið stofnað, grunninn að stofna Evrópusamtið bara einfallega sá að leiðandi stjórnmálamenn í Þýskalandi og Frakklandi ákvaða að þetta gengi ekki lengur. Þeir yrðu að koma á einhvers konar samstarfi sem myndi komið vekk fyrir endurteknar styrjaldir. Þessi hvati hefur aldrei verið til á Íslandi og þó svo núna séu liðin yfir 80 ár frá endalokum síðari heimsstyrjaldar að þá býr þetta ennþá í sögum, þetta býr ennþá í minni fólk man eftir þó svo sjálft ekki upplöða þetta heyrt sögunar frá því lengra sem það lengist en alveg framöndi þetta og ennþá þetta til mjög margt fólk sem að man þetta. Þessar minningar eru ekki fyrir hendi á Íslandi og þess vegna það svo erfitt einhvern veginn að horfa, Íslandingar erfitt að horfa á þetta með bara svona spurningum evru og vexti en á meðan í Evrópu þetta líka miklu meira spurningum bara, hvernig ætlum við að reyna að lifa friðsamlegu lífi í álfunni og þetta einum ástæðum Íslandingar horfa á þetta öðruvísi og það bara eins og það Þannig að sagan, einangrunin, lega okkar, það að við erum eyja, þetta langt frá, þetta telur allt saman. Alveg örugglega, sko, ég meina, en það kannski, mér finnst það kannski fyrst og næst hefur þau áhrif að við þurfum ekki að horfast í augu við þetta. Við njótum alls konar ávaxta sem við myndum alls ekki vera vilju til að láta eftir mjög öðulega. Eins og gegnum Schengen að fá að ferðast á þess að þurfa að veifa pössum eða vera dregin okkar tilvera vera dregin við getum farið og unnið í Frakklandi, í skóla í Belgíu og hérna þetta eru allt saman gæði sem að okkur finnast mikilvæg og ég meina íslenskir framleiðendur að framleiða vöru sem flutt til Evrópu án tolla og það eru margir þeirra sem að gera það leið mjög harðir á því að það sé mjög vont að ganga Evrópusambandið. Þeir segja að við njótum allra það ávaxta sem við þurfum að hafa og við þurfum ekkert annað. Þetta alveg nóg. En það svona þessi menningarlega pólitíska hlið á þessu máli sem einhvern veginn hefur snertir Íslendinga ekki mjög mikið og af mjög kannski skiljanlegum sögulegum ástæðum. Já. Svo nú annað sem rifjast upp fyrir mér þegar hún nefnir sko EES-samningin að það var náttúrulega mótsagnirnar sem íslenski stjórnmálaflokkar lentu í gagnvart sjálfum sér eftir í hvort þeir voru í meiri hluta eða minni hluta. Það virtist nú ekkit vera svo háheilu prinsip í þessu. Þetta var ótrúlegt hvernig menn kúvendu bara eftir í hvort þeir stóðu í minni hluta eða meiri hluta.
Já, ég held að sko það sem að þannig á bakvið það að allir stjórnmálamenn hvar í flokki sem eru vita það alveg, þetta nauðsynlegt, þetta kannski þurfum að taka fyrir nefi til þess að gera þetta en ég hef ekki heyrt nokkur stjórnmálamann í ábyrgðarstöðu nokkur til að halda því fram að við ættum að segja upp EES-samningnum. Það er einstaka öfgamenn sem að segja það, en það eru mjög fáir og raunverulega er þessi öfgastefna mun lógiskari. Ég meina, ef að fullveldið er svona ofboðslega mikilvægt, þá er það bara lógisk afstaða og segja, já, þá verðum við bara að standa á okkar eigin fótum og gera þá tvíhliða samninga út á suður og það getur vel verið að það sé hægt en ég bara hræddur það að í þessum heimi sem við búum í núna og það er eina ástæðan fyrir því EES-samningur gengur upp og það er normin eru þannig sko. Að við höfum ekkert bolmagn til að ef að normin gengur inn og þó svo að samningum myndi, við skulum segja það hann myndi bara halda, þá erum við allt inn að fara að standa ströym af þeim kostnaði sem að fylgir því að vera í þessari stöðu. Það er þetta heilmikill kostnaði það er að reka dómstóla, það er að reka alls konar stofnanir sem eru EES-stofnanir og ég er ekkert við höfum bolmagn til þess en ef menn ætla að vera raunlega samkvæmi sjálfum sér í þessar umræðu og þá eru það þeir sem stóðu mjög gegn EES-samningnum árið 1993 eða þegar við vorum að Samvíkjan sem töldan vera mikið glabræði og standa núna og segja þessi mikið glabræði að ganga í Evrópusamtið. Það ætti þeir að bara dusta rítja gömluræðunum og fara að berjast fyrir því að við göngum úr EES. Ég meina það er lógist. En þú segir að það hafi komið þar á óvart að gamaldags söguskoðun og ekki ölluleiti þá sannleikanum samkvæmt gangi aftur núna, ekki satt? Jú sko, og þetta ég skrifaði bók árið 2001 sem að hét Íslenska þjóðríkið Endimörk og ég man ekki upp á Endimörk og þetta menn túlku þetta Endimörk og ég neitaði því alltaf að þetta þýddi ekki endalok, það var ekki það sem ég var að segja en að vissan hátt hélt ég það sko samt ég sagði það aldrei en það tók nú ekki mörg ár þegar ég sá að þjóðin já sko það er lógist í sjálfur sér að þjóðinstefnan hirfi eftir knattvæðingu og öllum hræringum en bara maðurinn hugsar ekki og framkvæmur alltaf eftir lógík. Þjóðinstefnan er ennþá mjög rótgróin, mjög sterk og svona mörguleiti þá sko menn eru að halda ég er ekki þjóðnisinn og það er bara eitthvað vont. Þjóðnistan er bara svo lífsýn sem að allir Evrópubúar hafa upp til hópa. Hvað sem við segja, það eru til einstaka menn sem eru raunverulega inn við beinið alþjóðasinnar eða sem sagt óþjóðlegir kannski fólk í Luxemburg eða eitthvað sem veist þetta mann í hug. Já sko það er bara eiginlega, það er allstað þannig að það er þjóðin er það sem heldur utan svona þessa svona yfir eiginlega ríkissýn manna. Þjóðríkið er bara einfallega mjög sterkt að þetta er það í Evrópusambandinu. Það hafa verið svona umræður og það hafa komið umræður sérstaklega eftir Maastricht og það er umræður sem ég var að hugsa þegar 2001 sem að sögðu, já, nú er bara komin tími til þess að búa til einhvers konar evrópskt sambandsríki en svo hugmynd náði aldrei flugi og ég er ekkert og ég sjálfur ég er þjóðnisinni, ég meina af því að ég bara það er bara svo jörð sem ég stend á og ég ræði ekki við það. Ég er Íslendingur, hugsa á íslensku og tala íslensku og þykir vænt þetta tungumála, þessa menningu og þetta land. En hvernig við aðlögum það að þessum breyta heimi, það er bara pólitísk spurning og þessi kosningar núna 29. ágúst eru þetta ákveði bara þáttur í því og þeir sem að verða undir í þeirri kosningu verður bara að vinna úr því og vinna með það en það er þannig ákveðni þætti sem að ég verða við ekki að fara svolítið töðunar á mér og það snýst kannski fyrst og fremst að þeirri hræsni sem ég fyrir svona stundu snúast í því að vera tilbúin að mæra evrópska efnahagssvæðið en ekki vera tilbúin til þess að miskusti ræða það er ekki bara
ekki skynsamlegra bæði fyrir framtíðina að stíga alveg inn. Eða mér skusti ræða það, sjá til hvað er þetta upp á að bjóða. Að ég held að þessi samningur, hann einfallega mjög einkennilegur. Að því Evrópusambandið byggir á ákveðnum hugmyndum, pólitískum hugmyndum. Og við svona svolítið erum að segja að við erum stikkfrí frá þeim og ég alveg samfærum það að svona þegar við fyrir að reyna á til dæmis þessar breytingar sem við sjáum til dæmis núna í tollamálun, að það fara að reyna á þessa hugmynd og þá allt í einu Evrópusambandi fara að segja já, þið ekkert í Evrópusambandinu, við setjum toll á ykkar vörur eins og annara utan Evrópusambandsins. Það gætu, þarna eru svona ákveðin núningur, það gætu vel verið, það kemur upp einhverjir fiskimenn á Spáni eða Írlandi sem segja, já, akkur erum við að flytja inn íslenskan fisk án tolla, fyrst að þeir vil ekki vera menn. Það eru svona hlutir sem að ég svona velti fyrir mér. En leið þá getum við líka sagt sem svo að Evrópusambandið getur breyst og þar eru núna mjög öflugir, mjög róttækir hægriflokkar sem að ég ekkert endilega vissum að ég myndi nú endilega vera neitt sérstaklega mikið að binda mig trúss við, sko, þannig að Evrópusamband getur líka breyst á næstu árum, þannig að það ekkert endilega mjög svona, hvað maður segja, lokkandi samkoma, en Ísland getur svo sem breyst líka. Já. Sko, þú nefnir hræsnina, mér kemur óvart hve tilfinningaskotin umræðan oft á kostnaðaraka, mér finnst hún líka grunn og mér finnst klassíst að menn eru með einhver 3 orð, sko, sem bara tönglast á og jafnvel eru til menn á Facebook sem bara elta upp í allar síður þeirra sem ekki hafa sömu skoðun og skrifa augljóslega fjölrit alltaf sama textan. Ég veit ekki alveg í hvaða tilgangi þetta svona það trúarbragða kemur að sumu sem Og þetta á við báðar fylkingar. Á við báðar fylkingar, algjörlega saman. Það einhvern veginn mjög erfitt og ég held að að hluta til erfitt að taka svo umræðu vegna þess að við vitum eiginlega ekkert hvað erum að tala um. Að það eru að tala samning að tala út frá einhverju samningi sem hefur ekki verið gerður. Já. Sumir segja að það sé hann opni bara hlið himnaríkis fyrir okkur, aðri segja að þetta opni þá hlið helvítis. Já, eyði öllum okkar auðlindum. En við bara vitum ekki hvort og þannig að meðan svo að þá bara geta menn sagt þetta hvað sem menn geta sagt þessi samningur mun vera svona. En hvað með ábyrgð stjórnmálaflokkana á landi? Mér finnst nefnilega að þar hafi menn nú ekki gengið á undan með góðu fordæmi. Nei, það eru þetta alveg ljóst að stjórnmálaflokkar sem voru mjög harðir á því að í kosningunum 2009 þegar bjátaði svolítið á hér í íslenskum efnahagslífi að voru mjög áfram það að við myndum sækja þeir voru mjög fljótir að snúa við þegar þeir voru ekki lengur í stjórn og sagði ráðunum með þetta við sjáum þetta sama í EES-samningun að það gjarnan þannig, en ég held samt sem áður, ég held að djúpt í þessu öllu saman það að það eru þetta mjög margir á Íslandi sem eru bara ráðandi öfl á Íslandi sem eru bara mjög sátt við EES-samningin og finnst það bara að vera ágætt. Og maður skilur þeirra hagsmuni og þeirra sjónarmið. Já, og það eru við sjáum það auðvitað mörg af forystumenn fyrirtækja sem að eru mjög uggandi yfir inngöngu eru auðvitað nýta sér íst og æsar margt af því sem að sumir sem vilja ganga inn telja eitthvað kostunum að fá þá aðganga evrunni þannig þetta bara að og fákeppnismarkaði þá liggur fyrir að mann skipta honum á milli sín og eru þó ótruflaðir. Já, ég meina við höfum ákveðið kvótakerfi sem að gera það verkum að þegar mann segja þeir taka af okkur fiskin, ég meina þá á ég eitthvað í þessu fiski, segi þá hægt að segja en ég svo sem alltaf ekki fara út í það deilur allar saman. Fyrir mér þetta fyrst og næst pólitísk spurning. Ég líti á og ég hef bara ákveðin tilfinningu fyrir þessu máli og ég ætla ekki að segja öðrum fyrir verkum en ég veit alveg hvað, og ég ekkert að fela það, ég Evrópusinni en það ekki út af því að ég fái evru og vextin lækki. Og þegar þú segir fyrst og fremst pólitísk spurning, hvert þá stutta framhaldið á því?
Já, ég bara lít á það að ég sé Evrópusambandið sem mjög merkilega tilraun til þess að reyna að koma á svona ákveðnu fyrirkomulagi þar sem að ríki geta starfa saman á þess að sífellt að vera að berja hvert öðru. Og ég vil bara taka þátt í því en ég get alveg skilið að ýmsum finnist þetta innantóm orð vegna þess að Ísland er þetta mjög lítið púsli í þessu stóra púslispili en ég er auðvitað ekki mjög stórt púsli í púslispilinu Ísland og hvað þá borgari í Bandaríkjunum er auðvitað ekki stórt púsli þeirra púslispili en þannig er auðvitað lýðræði, við erum auðvitað bara einn einstaklingur og en mér finnst, en þetta er mín skoðun en auðvitað þurfum við að vita hvernig þessi samningur yrði og við getum auðvitað, ef hann kemur ekki nú þá auðvitað bara halda minna áfram að slengja þessum fullurum hver á annan og ásaka hvern annan landráð og brigsla þeim að vilja þjóðin illt Svo er hún áhugaverð þessi tvískipting munurinn á landsbyggðum og höfuðborgarsvæðum. Já, og það er ekkert við sjáum alveg í þessari umræðu þetta mjög svona, þetta er bara mjög svipur endurspeglaði hvað gerist í Bretlandi í Brexit umræðinu að það sem er reyndar sérstakt hér er að fólk á mínum aldri er hlintara Evrópusambandinu þeir sem eru 20 árum yngri en ég veit ekki hverju það er en það er samt sem áður ég vil eitthvað þannig að allstaðar að þetta þeir sem að neyjast að svona þessari svona frekar hvað maður segja, stífu þjóðustefnu sem að kemur fram í flokkum eins og AfD í Þýskalandi eða Rallimann í Fraklandi eða Reform í Bretlandi þetta eru svona þeir neyjast yfirleitt gegn þessari svokallagi globaliseringu og þessum svona afnámi og afsali og framsali á fullveldi og þannig er það bara og það er svona ákveðin tilfinning mjög víða það að elítunnar og þá er ekki verið að tala um efnahagslu elítunnar, við erum að tala um svona þessar menningarlega elit og pólitísku elitur hafi svikið fólk og þeir telja þá að það verði bara ennþá verra ef við göngum að fullin í Evrópusambandið og það eru auðvitað tilfinningar og skoðanir sem við erum að hlusta á og taka mark á og virða. Ég meina þannig er það bara. Fólk er ekki að tala bara út frá einhverju heimsku. Ég meina fólk er að tala út frá tilfinningum og tilfinningarna er sterkar og þetta er tilfinning sem við erum að bara virða það og skilja. Einmitt. Ef ég væri hlaðvarpsstjórnandi til hægri og mjög mikill andstæðingur aðildar Íslands að ESB eða frekar í skoðun þá væri líklegt að ég myndi segja við þig að þú hefðir jákvætt viðhorf gagnvart þessu meðal annars í ljósi þess að þú værir opinber starfsmaður og hefði verið það og það er einrökin sem ég heyri svolítið núna að svona fólki sem er sjálft að vinna í einyrkjar og atvinnurekendur og svona þeir sem að hafa unnið hjá einkafyrirtækjum þeir tala sér svolítið upp í svona aðra það er önnur orðræði hjá þeim heldur en mörgum sem að hafa haft atvinnu sín af því að vinna hjá hinu opinbera heldur að þarna sé eitthvert menningar gat sem útskýri eitthvað? Já, ég menn þetta við sjáum þetta alveg sama í Evrópu. Það eru andstæðingar Evrópusambandsins þar, ég meina það eru andstæðingar í Evrópu sem er allstaðar. Já. Og ég meina Svíar rétt mörðu þetta í sínu þjóðaratkvæðagreiðslu inngönguna. Hins vegar er allstaðar meirihluti er ekkert Evrópuríki það sem er ekki talsvert verulegu meirihluti fylgjandi og það er bara einfallega vegna þess að ég held að menn bara ef við varum að kjósa EES þá væri, eins og segi, þá væri niðurstaðan allt önnur. Ég held að séu mjög margir sem er að vinna með höndunum atvinnurekendur sem myndu ekki vilja fórna EES sjá
það þetta skref og það er þess að segja ef við varum að ræða um ESB og aldrei yfir ES þá veri örugglega alveg mikla deilur sko. En þannig það er eiginlega þetta sem það er ýmislegt jákvætt sem fylgir Evrópusambandinu. Það er bara þannig, það getur enginn sagt að það sé ekki. Og það er það að fólki finnst gott að geta ferðast á milli, það finnst gott að tollanir hafa minnkað. Þetta er bara eins og vegakerfi. Þú vilt hafa góða vegi en þú ert ekki endilega elskar ekki veginn. En það er bara samt aldrei þannig að það er svona eins og vegakerfi sem að þú vilt hafa í lagi en þú ert ekki endilega þú ert ekkert að dásta veginum og það er Evrópusambandið hefur þá í lífi fólks hefur ýmislegt jákvætt en sáum til dæmis, við lítum bara Bretland menn segja stundum að það eigi ríki séu stundum svona eigi erfiðar með svona að vinna séu oft meira svona á móti svona samstarfi en það var nú ekki Vírland þannig að það nú er kannski ekki eigin en Bretar sögðu sig úr Evrópusambandinu og núna er orðin mikil óánægja með það af því að það var ýmislegt þarna sem að þeir mistu og vildu ekki missa. Og þannig ef við göngum í Evrópusambandið alveg eins með EES-samninginn, það er ýmislegt sem við höfum fengið og annað sem hefur verið okkur finnst verra. Og þegar ég segi okkur en bara það er mismunandi hvað fólki finnst en það er alveg ljóst að þetta er ekkit bara þannig að þetta sé bara eitthvað óskaplega gott. En bara Íslendingar og það má segja að Íslendingar séu eiginlega eina sú þjóðum í Evrópu sem á erfiðast með að standa fyrir utan þetta bandalag algjörlega og það er vegna okkar viðskiptahagsmuna og þeir eru gríðarlegir og það getur vel verið og það er alveg ljóst að á meðan að EES-samningurinn stendur að þá er það markaðurinn opinn og það getur vel verið að við getum leyst þessi markaðsmál okkar á annan hátt en ég á nú hef ekki trú að því sko að það gangi vel að við vorum bara heppin að þessi samningur stóð okkur til boða við áttum ekkert aðild að því að við ætlum ekkert að ganga inn í við vorum ekkert inn í þeirri við Íslendingar hefur getað bankað og segja komið með EES-samninginu og sagt þennan svona samningu viljum við svona einir og sér sko en við fengum hann vegna þess að hann var til vegna þess að það voru svo marga þjóðir sem allar ganga inn þetta er aðlögunar samningur og en við bara erum svo óskaplega hrifin á honum að nú bara má helst ekki dræðan og því hann er svo óskaplega góður en hvað er svona gott við hann ég held að við ættum að ræða það, hvað er gott við hennar samning, akkur er hann jákvæður og er líklegt að hann verði eilífur og hvað gerum við hvað gerist til þess að normin gangi inn og það Gætu við orðið Kúba norðursins? Nei, ég held nú að sko Í viðskiptalegu tilliti? Já, ég meina, ég held að við myndum nú svona fljótlega, ég held að Íslendingar séu mjög praktískir og pragmatískir í sínum utanríkismálum, en ég held sko að mörguleiti þá, ef við ætlum að reyna á það hvernig þessi samningur þá held ég að þetta sé réttin tíminn til þess að gera það. Ég er ekkert að segja að samningur verði þannig Íslendingar samningjan eða Íslendingar eiga samningjan, ég held að sé mjög margt Hvernig getur maður haft skoðun á því hvort maður myndi samþykkja samning sem maður veit ekkert hvernig lítur út? En ég held að í raunverulega að núna sé vindandi þó frekar jákvæði, sko. Það er ýmislegt sem að gera það verkum að Ísland er svona er svona meira girnilegt í augum, girnilegri samstarfsaðili heldur en áður í augum þeirra sem að ráði í Brussel. Sem einhver líkur á undan þá kannski? Já, ég hef ekki hugmynd það sko, en ef það eru einhverja líkur af, sem ég segja þessu engar líkur af, þá bara kemur það í ljós. En þá kemur það í ljós. Þá held ég að séu sem sagt, og ég held að sé líka mjög margt sem að gera verkum með Íslendingar ættu að íhuga þetta frekar. Ég held að sé ákveðið svona sem bendir til þess að það sé að molna undan samningnum og það verði meira og meira að láti reyna á Evrópusambandið láti reyna á svona þætti sem að við teljum alveg augljóslega að vera innan samningsins en þeir telja ekki og í þeim samskiptum þá held ég að við sem eigum svona dálundur högg að sækja sko að þetta kemur líka í samtíð flugið og losun
ef að það allt einu gengur verður þannig að okkar millilandaflug verður gert þannig að það verði ekki að reka og þá erum við ekki í góðum málum og þá var styttra í Kúbu en áður. Já, og það er líka með ef að verður fara að setja tolla á flutning á áli til dæmis til Evrópusambandsins. Þegar Evrópusambandið segir nú ætlum við að Bandaríkjamenn að setja á okkur tolla, við ætlum bara að fara að gera það sama, nú er bara komið tolla umhverfi í heiminum og öll lönd verði bara að styðja sinn innri markað og það er líka eitthvað sem ég held að gæti þá leitt til þess að við þurfum að taka þennan neyðarsamning upp og íhuga hvort að hann eigi nokkur framtíð og það er ekkert sem bendir til þess núna að hann sé á undanhaldi. Já, það er mjög bendir til hans í undanhaldi. Veltur á normennu svolítið eins og þú segir. Já, það er veltur svolítið, sko, ef normenn fara inn þá auðvitað er þetta búið, sko, en normenn auðvitað... Það er minni andstaða við aðild að ESB en verið hefur töluvert skeið. Já, ég bara þeir horfa alveg sömu alþjóða málin eins og við. Fylgja spennti með okkur. En ég held að þeir hafa ekki orða það neitt sérstaklega að fara að sækja þeir eru brent sig á þessu tvisvar þannig að ég held að það verði ekki þeir stíi ekki þetta skref öðru sem það sé svo nokkurn veginn örugt að þeir fari inn að það verði samþykkt en ef þeir gera þá er alveg ljóst að samningunni farin bara einfallega við myndum ekki hafa bolmagn til þess að halda honum uppi því að normenn auðvitað borga brúsan í öllu svona stofnanalega umhverfi samningsins. Það búið að vera mjög fróðlegt og skemmtilegt að spjalla við þig, Guðmundur, eins og alltaf svona rétt í lokin bara á skala mikilvægis. Hvar er þessi kosning svona í þínum huga 2009. Næstkomandi með aðra þjóðaratkvæðagreiðslur? Það veit ekki verið margar þjóðaratkvæðagreiðslur í Íslandi og ég veit ekki þessi stóru mál þannig að það var þjóðaratkvæðagreiðsla sem var ekki nein almenn þjóðaratkvæðagreiðsla um lýðveldisstofnun á stjórnarskránni þá. Það var þjóðaratkvæðagreiðsla 1918, þetta voru bæði auðvitað mjög mikilvægar þjóðaratkvæðagreiðslur en það var engin spenna þá í spilunum en það var engin þjóðaratkvæðagreiðsla um NATO, EFTA, ES. Ég held að þetta er alveg gríðarlega mikilvægt mál framtíð Íslands, samskipti okkur af Evrópu. Það getur vel verið að þessi atkvæðagreiðsla breyti engu og að það er það sem er svo erfitt fyrir sakfræðinga að spá að ef að samningun heldur okkar samskipti verða áfram alveg á sama hættu áður að þá auðvitað mun svo sem þetta ekki hafa neitt ofboðslega mikið að segja. Þá höldum við bara áfram að bölva vaxtastiginu og húsnæðiskrísunni fyrir krakkan okkar. Þá bara höldum við áfram að takast á við þau vandamál og ég held ég held að við megum ekki búast við því að það ef aðild að Evrópusambandinu mun ekkert endilega við þurfum áfram að reka okkar hagkerfi á og það er ýmislegt batnað í þeim efnum frá því áður var og það er betur ekki að þetta er alveg augljóslega eitt af þeim stóru vandamálum sem Íslendingar eiga við að stríða og það er þessi veika króna sem við höfum og ég held að við getum aldrei leyst það mál upp á eigin spýtur. Krónan mun aldrei til með að styrkjast. Hún er í öllum sínu veikleika, hún ákveðin svona dempunar tækifæri, en svo dempunu þetta bitnar á okkur. Dempunu snýst það hvernig er þetta að gera okkur lífi leitt með því að hækka allar vörur sem við höfum hér og gera okkur erfið að kaupa húsnæði. Og þetta gerir líka það verkum að það er mjög erfitt að reka bara sitt eigin bara þeir sem eru fannir að eldast og eru svona fannir líka, þetta er ekki bara þeir sem eru að berjast í því að kaupa húsnæði, heldur líka þeir sem eru eiga þá eitthvað sparifé, búa við mjög mikið óöryggi að akkurat núna þá eru háir vextir en við vitum það er ekkert langt síðan að þetta hrundi allt saman. Þannig að það mun örugglega myndast meiri stöðuleiki í þessum hluta geir efnahagslífsins með inngöngu og þetta er eina leiðin fyrir okkur til þess að skapa þann stöðuleika því að Bandaríkjamenn hafa engan á að gera okkur að einhvers konar að við tökum dollaran en þarna er augljóslega ákveðið tækifæri til þess að taka upp
mynt sem þó mun stöður eins og íslenska, hefur svo sem blásið á hana líka, en það er alveg ljóst, já, að við erum núna búin að búa við þetta ástand ansi lengi og það er ekkert sem bendir til þess að það eigi þar sé að batna, að háverðbólga og háir vextir sem að virðist vera eina leiðin til þess að berjast þessu verðbólgu og háir vextir því að það er fólk getur ekki keypt húsnæði og þetta er svona hluti sem alltaf verður erfiðar og erfiðari og einhvern tímann kemur að skuldadögum þar og það getur vel verið að eina leiðin, ég hef ekki séð eina aðra leið í boði til þess að leysa það heldur en að ganga í taka upp evru en ég er ekki nú vel að mér í hagfræði til að segja hvort að það ég get ekki satt til það hvort að það sé örugg lausn eða ekki. Einmitt. Kæra þakki fyrir komuna, Guðmundur. Takk. Og við höldum áfram hér, við ætlum að kynna okkur heim samkynhneigðra, hinsegin heiminn eftir andartak, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.